Það er Dóttar fútból heilsar frá Granda. Já, El Grande myndi einhver kalla þetta. Erum mættir hér félagarnir Albert Ingarsson og Gunnar Birgisson. Ég ætla að byrja á að færa ykkur. Ég held nú að varveita barni inn í sér skipti máli. Tops voru að taka Premier League. Þetta til í öllum búðum, allstaðar. Já. Þetta starterpakkin. Þetta geðvikt. Tops hefur tekið yfir fótboltan. Tops 1, Panini 0 segja gárungarnir og til í öllum búðum, limited spjöld þarna og hvað talið ekki bara þetta sem myndir? Myndir, jú, myndir. Býta myndum, jú, maður verið því gaman það er aldrei gaman þegar maður fer að tala spjöld. Já. Ég fer ekki þá leið. Besta happatreyjan sem ég hef séð koma upp úr boxi var þessi Coventry treyjan sem að naflinn fekk margar góðar dottið inn og hvað fegst þú aftur daginn, Gunni? Barnsley. Þú fegst Barnsley. Já. Ég fekk líka helvið góða, ég fekk Vestbrún sjálfbjörn. Já, veistu það ég ætla bara að henda Lárusóraðan aftur á. Sigurdsson. Já, Sigurdsson. Það held ég hitti nú daginn mann sem að retæraði Lárusóra, Brian Robson. Já. Hann eiginlega sá hann bara hætti í fótbolta. Nei, ég held að hafa reyndar ekki verið þannig. Ég held að bara Lárusóra hafi verið meiddur. En það var þegar að Brian Robson var stjóri með svona, kannski ekki eitthvað frábæra hrettir en Brian Robson var ekki alveg ég sá það alveg á honum þegar ég var að segja honum frá þessu hann var ekki alveg með hann út honum og bara, Lárus tók hann á Lárusóra, leave football before football leaves you. Þar heyrði Lárusóra fyrst og beint í Aron með þess henni. Það er að spyrja Lárus út í þetta því að ég er ekki vissum að Robson hafi verið með hann, þetta var eitthvað hann hættir og fer í Þór Akureyri. Varst þú ekki að spila hjá honum í Þór Akureyri? Við vorum ekki vinir þar. Ingarsson svaði við sig hann að fyrsta aðeinkunni. Takk fyrir að mæta. Takk fyrir að mæta. Hver var það aftur? Var það ekki Jói Þórhall sem að besta saga sem ég heyrti í draumalist áttunum hjá Jóaskóla þegar Jói segir eftir einhvern leikinn þú ert heppinn Lárus, sorry ég er búin að vera veikur alla vikuna. Já, hann sagði þetta, það er fyrsti leik sem ég spilaði ég kom að lán frá Fylki og við unnum þá segir hérna Jón Þórhalls og hann eiginlega segir þetta með svona mermaid röddinni í Súlandir. Já. Þú ert heppinn Lárus, sorry ég er búin að vera með kvef alla vikuna. Sko, nú ætla ég að fá Herru, nú ætla ég samt að fá að vera leiðilega gæn. Ég ætla að debunka þessu sögu. Ég ætla, af því að það er gæi núna sem er að hlusta svona kempu podcast og leiðréttamenn að ég sé þetta. Þetta er mjög vinsælt í Bretlandi núna. Ég ætla að segja að Jói Þórhalls hafi verið í Káa 2005. Já, Káa, ég var í Þór að spila mótónum við unnum Káa. Já, ég held hann að vera að mæta á æfingu. Nei, það mætti í leikinn með hver. Það mætti í leikinn með hver. Pay er að fara að senda þann sem á bestu minninguna, bestu myndina á ferð í enska boltanum. Eða bara þú mátt velja hvert er farið. Eina sem að þú þarft eiginlega það þarf að vera ferðarskristofa á bakvið þetta. Ég sendaði bara hvert sem hún vilt fara í raun og veru mikið að skemmtilegum myndum. Gunni, þú varst með frábæra mynd og varst með frá Pay. Já. Er ég líklegur að það? Þú varst hvað? Ég og Clint Hill og ég og Richard Dunn. Ég tók hafsendapari í KPR 2015. Ég var hrifnar af Richard Dunn myndinni. Það var eitthvað skemmt þetta. Ég get sagt þér, ef þú væri ekki Gunnar Birgisson, þá væri þú mjög líklegur til þess að vera að fara að vinna þetta. Já. Mér þykir það bara einhvern veginn taktlust. Ég tæk einhvern félaga minn. Það ég og Dwight York á flugvellinum. Já. Við erum báðir frekar dökkir á þessari mynd. Já. Hann er svona Barclays-kall. Myndum við ekki alltaf segja, já, Richard Dunn líka. Sko, myndir af mér og Dwight York hér er ég í Tommy Hilfiger heilgalla. Bæði bólurinn og buksurnar. Þetta er svona 3/4 buksur, köflóttar. Geðveikar. Já, þetta eru svona kartbuksur. Já, geðveikt. Þið voru mikið í þessu. Þetta var bara 2000 og svona á þessum tíma kringur hrunið. Það var þessu marga myndir af Gilsarnum í Jú, en Gilsarn átti ekki mikið af fötum þannig að hann var eiginlega alltaf í sama dótinu. Það er alltaf sömu kvartböksunar sem það sjá. Herri, strákar, það er alveg að nýta ykkur í Giggo því að Giggo er ekki bara iðnaðarmenn, það er líka, þú veist, þið skiljiði. Þetta er bara, mér vantar eitthvað til að tala fótbolta við mig. Borga fyrir hann, þá getur eiga mætt. Það er ég til að sitja með þér og horfa með þér og leik. Tölvum boltan. Tölvum boltan. Þannig að það er allt
í búði, Já. vantar veislustjóra getur Gunni Birgis labbaðinn, Já. sælir vantaði veislustjóra, Já. ég mættur Já. hvað eftir kortir? Já, ég kem Já, ég kem Ég þarf engan fyrirvara það er nefnilega þannig og þannig virkar það Túborg og Dóttarfútból, við erum að bíða eftir jóðdeginum, það er stærsti dagur ársins á hverju ári, það er að segja stærsti dagur ársins í nóvember þá mætir jólabjórin jólabjórin og hann mun fást í Smáríkinu, ótrúlegt úrval í Smáríkinu, nú líka í Kópavogi og áður en að við ég ætla nú að sjálfsögða að minna á mína menn í fitnessport, þeir eru með Shilajit-ið góða, fólk ofta að koma til mín að spyrja mig Shilajit eins og ég sé eitthvað svona einhver talsmaður þess en félagin minn var með XM í mörg ár, byrjaði að taka Shilajit hann er bara fyrst skiptu af henni eins og nýr Farið, hann er búin að vera að klóra sér í mörg ár Já, þetta er eitthvað töfrastöf Já. þetta Já. En það selst fljótt upp Já, þetta er selst fljótt upp, því þetta er bara beint úr heimilega fjöllunum Já. og ég er búin að geta það mikið af þess að mér fær að finnast það gott Já, það ég er eini harðhausinn sem finnst það gott 15% afsláttur hjá Tjekklandi byrjaðskoðun ef þú segir að Dóttarfútból hafi sendt þig. Við ætlum að taka spurninguna áður en að við höldum áfram. Hún er með tölvutek, aldrei mig veg, þetta flotti þurrkarar, þar sjónvarp, allur pakkin á mínum mönnum og svo er náttúrulega Roborock riksúr sem er kallað Robocock riksúruna, en ég kallað þetta Roborock sem er rétt nafn Það eru grínar út um allt. Það eru grínar út um allt og líka í tölvutek aldrei mig veg. Strákar, það er mikið verið að bera saman þetta Arsenal-lið núna við Jose Mourinho-liðið 2004-2005. Nei, þú tvæni. Vörnin er slík. En hversu mörg fengu lærisveinar Jose Mourinho á sig? Og ég ætla bara að fá Gunnar til að segja og ég ætla að fá Albert til að segja undir yfir. Hversu mörg fengu þeir á sig? Það er mikið verið að tala um að þetta séu keimlíklið og nú er spurt hversu mörg fengu þeir á sig? 36 36 Sko, ég 2004-2005 sem var met. Já, ég ætla að fara undir, alveg vel undir, ég held að talan sé 15 Talan er 15, já. Já. Þannig að Gunni vorstu ekkit svo langt frá því. Þetta er besta varnarlið sögunar og nú ætlar Arsenal að gera allu að þessu meti og er gaman að fylgjast með það er ekki það sem er í þessu öllu saman. held ég efst í huga hjá Arsenal allavega. Það á að slá þetta met og með öllum tiltækum ráðum slum Páranga með Dynout. Dóttarfútból og Dynout er að gefa pening. Já, þetta meikar eiginlega engan sens ef þú notar DOC gjafabrifið, það er sem sagt kóðan DOC 10 þegar þú kaupir gjafabrif, þá farið 10% afslátt, sem þýðir bara að þú fá 10% afslátt af bara hverju segir langar í, sem þú ætlar að fara eitthvað almennilega út að borða, kaupa fyrir 80 skall, þá ertu bara, herri, ég ætla að borga 72 skall fyrir það sem kostar 80 skall, þannig að þetta er dýll aldranna myndi ég heila, þetta er ég mikið að pæla í heilanum á mér þess að dagana, bara eldast. Elsku Albert minn, þú ætlar að párenga eitthvað fyrir mig, hvað ætlar að párenga fyrir mig? Herru, það var logohof, mjög gott logohof hjá Dóttarfútból að gera. Vel heppna logohof, það sem að gera upp sumarið. Já. Og ég ætla svona að slúta almennilega tímabilinu í bestöldinu. Ég ætla að fara svona í 5 eftirlistu atvikin, þurfa ekki endilega að vera innan vallar. Love it. Líka utan vallar og svona stórar ákvarðanir í sumar. Ok, geðveikt með Dynout, númer 5. Herru, númer 5, þá fer ég til Eyja. IBF Breiðablik 0-2, þetta er vallaraðstæðunar. Þá erum við að tala um tjálsvæðina, sko, þegar Dóri var með hálfleiksræðinu og það þvottavél í gangi, eða þurrkar í gangi og leikmenn voru ekki að heyra í honum. Inn í Þórsemilinu. Það voru 7 auka mörk hann á vellinum. Þetta var geðveikt. Fólk í golfi. Ég man að þú áttir erfitt með að einbeita þér að leiknum. Já, ég var alltaf að horfa á eitthvað annað, eitthvað aksjón á tjálstæðinu líka. Já, og rýn í sveiflunar. Já. Herðu, númer 4, nú fyrir við utanvallar að þetta er Eggert Aron Guðmundsson sem var ekki leikmaður í sumar en hann var spámaður á .net í annar umferð og hann var að spá fyrir hérna í leik Stjörnunar og Ía neldi úrslitin 2-1 þróun leiksins nelda niður og spáði að Haukur Andri kemni heitur inn í það leik eftir að 21 verkefni og fengi rautt og það lendi allt. Haukur var eitt af heiðurskistunum í gær og ég spurði Sigur Bónd hvað þarf að Haukur að bæta? Skotin.
svaraði á svona 0,1 ég heitti Hauk eftir þetta og tók í hendina og það ætla bara að æfa skotin en sko Eggert er ég veit ég fyrir víst hlusta mikið á þetta hann mjög ásæll hlustandi þar en hann líka gæi sem ég held að hann pælir ekki neinu öðrum fólk Nei, hann sá fyrstu leik Gellur líka Bolt og Gellur comes without saying Gellur í Bergen eru unreal sko gráar á rigningu Unreal Gellur í Bergen Það eru nummið 3 sko, þetta svo recent þetta samt svo stupid en maður eiginlega komið leið á þessu en það þessi messenger skilabóð þeir eru bara það steikt að þeir verða að vera þann ætlum ekki að semja við og valsmenn gerðu grína þessu og loka húnu mér fannst það reyndar alveg sko bæðið það sé orðinningu frétt og svo líka bara ok, við erum ekki sama Misefnaði brandari Fyrsti misefnaði brandari í sögu Tragedía plus tími Komedía Nú förum við í alvöruna Það eru, sko Ég ætla að taka bara mörkin sem að voru tekin af vestra í viðregnum þeirra gegn KR í sumar Það 0-2 marki á afísvellinum sem hefði öllu líkundum bara klárað þann leik og jöfnurmarki, við veitum ekkert hvernig sáleikur hefði þróast en það munar þetta þessi sérstaklega því það KR sem stekkur upp fyrir á og heldur sér í deildinni Herðu, númer 1 stæðsta atviki í sumar að mínu mati dýrasta atviki í sumar allavega mistök það víti sem dæmdi á Blika á Hlíðarenda á 98. mínútu þegar Valur fær hotn eftir að Hólmar slær boltan út af og eiginlega hlær að þeir fá hotn fyrir það kjölfarið kemur víti og Blikar væri í Evrópu 50 mil down the drain Hólmar Eyjóls hann skoraði reynda ekki það var ekki Tryggvi þetta voru frábæra atvik hvað varstu með, Gunni, hvað poppar upp í hausinu og þér svona Já, það náttúrulega, þú veist allt þetta í kringum Dóra Átna maður í einhver svona recent en jú, ég sammála að þetta kannski vallaræðstæðarnar í Eyjum þetta var mjög eftirminnilegu leikur erum við með eitthvað meira þarna? Sko, við erum með Davís Mára hann rekinn Davís Mára, já og náttúrulega, þú veist bikarævintýri Vestarmanna var náttúrulega stórkostlegt Svo í vor kom hann með sko úr amerísku íþróttunum með brenna skipin og mannin á staðnum Man in the Arena dæmið og talandi KR Sigurbreki við bara bráð þegar ég sá hann í byrjuleginu sko. mér fannst báðir leikir Breiðabliks og KR svona einhver mesta skemmtun sem mann eftir í íslensku fótbolta sko, seinni leikurinn var alveg grillaðir sann sko. Fyrri leikurinn var stórkostlegur og seinni leikurinn sem leiðis að bara maður að mann út alla völl og læti bara gaman að þér þú er svo mörkileg manneskja með svona teik sem engin annar hefur þess að elska þig Já, mér finnst þetta bara skemmtilegu fótbolti En voru það ekki mistök þetta bara? Já, við sem ekki ok Herðu, eitt atvik annað þegar stjörnumenn keyrðu yfir Valsara á Samsunguvellin og sýndu það síðan á Instagram þegar Jökull var að fara yfir æfinguna pressuna og svo var með Counter-Strike eða eitthvað opið það var líka gott moment Svo var að hafði ég svolítið gaman að því að sko Óskar Hafni ultimate vondikallinn í bestu deildinni strákurinn minn, hann förum á annarkvort Breiðabliksleiki eða Víkingsleiki þá var hann alltaf með hendurinn úti að gefa öllum high five og ótöku allir leikmenn ennessu sko. ég er ekki hvetjandi til þess að gera og það allir leikmenn enn einhvern veginn að tegja sér áttin á honum eini maður sem lappaði bara svona framjá var Óskar Hafn Þorvaldsson hann hefur bara ekki séð Nei, ég er bara gaman að ég fíla þetta, ég var mjög ánægður með þetta af því að þú veist, hann var bara að hugsa leikinn sko, það er bara ótrúð hvað leikmenn í börstildinni eru næsis að krakka standandi þarna og bara nenn að tegja sig Búli sér að rifja upp hérna mark með draugamark í Garðabæn, þetta náttúrulega fyrstu umferð, þetta var líka stort en skipti svo sem einhver þannig F-fóðingarnir hér í Búlis reyndar einn F-fóðingur og svo einn sem heldur með liði sem enginn heldur með Haugum bara varst með þetta strax og varst bara, hugsaði bara hvíti riddarinn eða Haugar fórst í Haugana Er eitthvað Siggi Bonsaði ger þegar hann geti eignast Haugana fyrsta verkefni, leggja hann niður það er engu líkur Sigurbánd engum líkur Vaknar Gunni Birgis lagið mitt heimavöllur
Nú eitthvað spennandi að gera Hugrenningatengslinu svo skemmtileg Nei, þetta fyrir Gunnar Birgis að því að Smash er norsk snild Þetta er eitt besta nammið í bransanum í dag Þetta er til í alls konar útgáfum Smash I love you Já, svona eiginlega Það er í lórið þannig Þetta er svona hálfgert ástarsamband Strákar, ég ætla að fara að spila með ykkur Smash eða pass Og Smash eru leikmenn sem þið viljið Pass er leikmenn sem þið viljið ekki Þið eru landslýs einvaldar báðir tveir og ég vil fá neyða já frá okkur báðum spilum Smash eða pass Lukas Pettersson, markvörður myndu þau vilja sjá hann koma í markverða setupið á Íslandi aðeins engja þetta og horfa til framtíðar Það er pass frá mér Er hann ekki, hann er í 21 ekki? Ég meina, komur svo þá inn sem þriði markmaður Nei, spila Spila Óþarfa stöf Já, bara spila fyrir leikinn með 21 Viktor Bjarki Daðarsson sem er slegið gegn með FCK er hann Smash eða er hann pass? At this moment þú veist, eins fárálegt að segja að það er búin að skora í meistaradeildinni en þá er þetta pass frá mér ég held bara að við séum það vel settir í þessari stöðu að kannski verða mínúturnar skotnum skamti þar en klárlega fyrir yngri landsliðin Já, hann hefur ekki verið að spila með 21 Hann á bara að byrja að færa þangað upp Hann har bara verið að spila þar Þarf hann eitthvað að spila með 21 Nei, en frekar en að vera í yngri landsliðunum Þú veist hvað er hann í U19 núna Af hverju ekki allavega að byrja aðlagan meiri Bara beint í aðlandslið Já Ok, þið segir báðu pass Ég er meira svona fyrir að gefa youth a chance Við erum nú reynda með alveg temmil unga framlínu en það er nú kannski ástæðan fyrir að maður er ekki í þessu því ég vil gefa ungu leikmennum tækifæri Hjörtur Hermannsson Já, það er klárlega Smash Já, Smash Þetta er eini leikmaður sem að reyndar nú er Sverrir byrjar að spila meira en Hjörtur stendur alltaf fyrir sínu Það ekki Daniel Leo standi sér vel í Danmark Jú, Daniel Leo Var ekki verið að tala um að vera besti Jú, sorry Ég samlaði, ég minnst Hjörtur Hermanns búin að fá bara svona ósangjarna meðferð í landsliðinu eða bara svona fáa sjensa mér finnst það alltaf solid og maður horfir á síðasta glugga Aron Einar er tekin hann inn hann var ekkert notaður í leikjum sem var svona típiskir fyrir Aron Einar að koma inn á síðustu myndunar þannig að alltaf Hjörtur Hermanns er á að vera hann Ok, Stefán Ingi Sigurðarsson það er ekki oft sem búlus klikka það er einu S og mikið þarna þetta er þetta skemmtilegt svona Já, ég klikkaði þessu á vegabriðinu mínu Þannig að Gass kom bara í ljós í fyrstu meistaraflokksferðin minn Gass, herðu, Stefán Ingi Ég ætla að segja pass Já. Aftur, bara því að við erum það vel sett í Ákveður eru svona vel Hann er samt alveg búin að Reyndar er Sævar náttúrulega ef við erum að taka current þú veist, þá er Orri líka heldur ekki komin í gang Hvernig ætlar að taka úr hópnum fyrir Hjört Hermansson? Aron Einar Þó hann sé að blómstra í Asíu Þó hann sé bara bæði meistaradeildinu og svo voru þeir náttúrulega að vinna þennan frækna sig hvað á móti Al-Ali eða eitthvað í vikunni Ég minna ef að frækjum var hann allavega Ef Arnar setur hann ekki inn til þess að loka leik á móti Úkraínu með jafnastöðu og ekki heldur til þess að þjást á móti Frökkum þá tristar hann ekkert Aron Einar Þannig að fá inn hafsend, það vantar hafsendin inn Ég sammálaði Gunna ef við erum að horfa á hópin eins og staðin núna þú veist þegar Sævar er off og Orri meiddur Hvar er náttúrulega Willum er líka meiddur og hvað Brynjólfur hefur náttúrulega mistað hans taktinn eftir þetta mannslíkja hlífa meiddist og eitthvað en það er ekkert plássið okkur fyrir Þá tæki ég frekar Viktor Berga ef við erum að horfa current Já, þá reyndar tæki ég ég hugsa ég tæki Viktor Berga Þið eru báðu búin að segja að passu honum ég kannski var að horfa á aðeins svo mikið í að Sævar Atli og Orri og allir væru heilir Þetta er bara ykkar ákvörðun, þið vildu ekki hennar unga strá En ef við erum að tala um current, þá er ég líklega ennþá með pass á Stefán Inga en smassa þá kannski Viktor Já, þeir skiptum skoðun Nei, er það ekki bara fínt? Það er bara ekki Jú, en ég vil fá okkur fastheldni í þetta okay. Það er bara ekki nægilega skýrt ekki fram með stjórnandunum Að hvað var ekki nú skýrt ekki fram? Current, þetta er current, þetta er landslýshópurinn sem er valin í næstu viku Ok, þá bara algjör uppeyja, Viktorinn Algjörlega Og Hjörturinn Hjörturinn á kostnað Arons Einars Viktor Bergi líka bara svo hann er svakalega heitur núna Já, ég meina, þess vegna vildi ég hann inn en ok, þá hlaut ekki mikið hljómgrunn hér Já, íslenski boltinn fyrst svo allt hitt
landlagsinn fyrst, svo allt hitt. Það má líka fá sér bleikju og lags á föstudögum, en við byrjum allavega alla mánudaga á lagsi og bleikju. Besti leikmaður Dr. Fútbol var valinn í gær og svona eftir að hafa hugsað þetta, og ég held ég sé líka svolítið brendur eftir þetta, bara eftir þetta Ousmane Dembele dæmi. Fór ég bara að veltaði fyrir mér, hver væri besti maður sem þetta deilt? Ég fekk nú svona skoðanir hjá okkur flestum á þessu, og Gunni, ég ætla ekki að gefa út hvað þú sagðir, þú varst með annan nafn í huga, og ég svona... Já, 2 önnur. Sko, veistu hvað ég var með í lokin? Eða svona á mánudaginn var ég með Valdimar, út af vingar og íslmeistarar. Þá fór ég þessi svona þetta Ballon d'Or pælingarnar, svo var ég með Hallgrím og Aron. Svo fór ég bara hvern var, þú veist, svo var þetta bara milli Hallgríms og Arons. Já. Mér það skrítið. Já, ég bara nenni, Ousmane Dembele er ekki næstu eins góður á Mo Salah eða Jamal eða Mbappe eða eins og ég nenni þessu bull ekki lengur. Nei. Þessi Valdimar, þó hann séu árbænum alltaf, þá gat hann ekkert í byrjun móts. Jú, hann gat víst eitthvað í byrjun móts. Hann vantaði smá yfirvinum fyrir fram að marki. Hvað skoraði hann? 1 mark í fyrst 2 Já, hann var kaldur fyrir fram að marki í byrjun móts, en hvernig hann tekur yfir leiki. Hann meiðist í sér umferð þegar þið vinna Káa heima. Hann frábær, en það var hann í topp 3 hjá mér. Bara hvernig hann sprengir upp leiki, og svo komu mörkin setna. Sko, tilkoma Óskarsborg þó hjálpaði honum held ég mjög mikið. Já, færa á Gylfa niðarvellinu hjálpaði honum mjög mikið líka. Ég meina, ég var ekkert að kasta í það, hann frábær. Valdimar frábær, engin spurning. Aron bara, þú veist, ég var svona að reyna að koma orðum að þessu, en þú veist... Aron langbestur í fótbolta af þessum görum. Bara, þú veist, bara alveg svo... Þessi 2 leikir sem þeir að tala um, Hallgrímur og Aron, þeir spila 5 auka leiki á móti lélegra liðunum. Valdimar var að taka yfir leiki crunch time í að vinna titilin. Ok, fram og... Já, akkurat. Skiptir ekki máli, framleikunum var brast. Þeir rósið Gylfa svakalega fyrir að taka yfir þann leik. Þetta er svo fram er búin að vera erfið. Já, ég veit það. En þú veist, þetta var óþægilegt dæmi að vera í. Já, ég veit það. En hvað hann það bara að vera bestur að því þeir eru næstu búin að falla? Nei, hann bara var langbesti maðurinn í liðinu og hann var skemmtilegast að horfa á hann í deildinni í ár. Já, Valdimar að mínum að þetta var bestur í besta liðinu. Já, bestur í besta liðinu, í sammála því. Þá á hann að vera besti maður tímabils. Nei, það er svo vel Ousmane Dembele. Algjör óþarri. Það er algjör óþarri að hann eigi Ballon d'Or. Mér finnst þetta algjör bull. Alltaf velja úr besta liðinu. Já, ég sammála hjá hérna. Luka Modric þegar hann vann Ballon d'Or. Fannst þér Luka Modric að vinna Ballon d'Or? Þetta er bara eins og, sko, ef Arsenal vinnur, bara Liverpool vann deildinni í fyrra og svo var einhver frábær í liðinu sem endaði í 17. sendi. Bara frábær. Miklu betri en Salah. Já. Hann nátt skila að vera valinn bestur. Akkur ekki? Hann bara bestur? Nei. Þarf það alltaf að koma bestur þeirinu? Þar það bara verður að koma bestur. Sko, í þessu skipulagi sem við erum með, í þessu fyrirkomulagi sem við erum með deildina, að við erum að spila 5 auka leiki þegar deildin er skipt á móti slakari liðanum. Já, en KR voru að spila bara viðbjóðslega leik. Þeir voru bara að reyna að bjarga sig hverju einasta leik. Það var ekki eins og það væri eitthvað chill. Já, en hann er samt, Aron er geggjaður leikmaður. Og ég er samanlega einna bestu leikmenn deildarinnar. Hvernig skemmtur að horfa á? Hann á heima í eflutum. Hann var að spila mútið liðin sem hann á ekki að vera að spila mútið. Það er auðveldara fyrir hann. Á ekki að vera að spila mútið, ég meina það er ekki brjálað munur á þessu liðum, þú veist, það er ekki trilltu munur á Káa og FH eða Skaganum og Fram. Þetta er svipað. Bara allt svipað. Já. Svo eru Káa og svona lið sem orðum þægilega hérna í restina. Já, hann fekk glæsileg velun hann Aron. Það er Dr. Fútbol að setja nýjan standard þetta hann fekk gólsett frá Erdinum fyrir, ég veit ekki, ef ég myndi taka upp úr bókanum og fara að telja. Hvað myndir þú halda, Gunni? Hvað myndir þú halda þetta að kosta? Halva? Já, og með dræfur og 3 eða 7 var 7 í þessu. Á 7 í þessu, já, þetta er 400 skall eða eitthvað. Það voru stórkostleg gjöf sem að Örnin og þeir voru með okkur stærsta og besta golfbúð landsins. Herrið, svo fengur Dr. Fútbol leikmenn og ég svona bara sensaði á þeim hvað þeir kunna meta í fótboltamönnum. Svona þeirra maður. Það er eitthvað sem gefst aldrei upp, heldur alltaf áfram og lætur mótlæti aldrei aldrei hafa áhrif. Og það var Helgi Guðjónsson. Það var
Ég var með hann Já, þú varst með hann sem kandidat Já, ég man nummer 2 hjá mér Já. Hann var valinn Dóttarfútból leikmenn spilar ásins og hann fekk padelspaða frá heimsmeistaranum í padel einmitt, frá Jóma sem selt í boltamannum og menn ilminn góða ég meina Helgi náttúrulega frábær og hann kom på svið og við spurðum hann hvað var hans besta og hann sagði bara vinstri bakur Já, hann myndi spila sér þar í dag Já. Og tala líka um að Hipólító svo miklu meistari, það verður svo fyrstir sem prófa hann þar 8 mörk 7 stóðsendingar Já. Það er helviti vel gert úr vinstri bakarastöðinni þannig að bara sprakk klálega út á þessu tíðanbili og ég meina maður gerir nú ráð fyrir því að þetta muni leiða af sér það að ég meina, vantar ekki öllum liðum bakverð framsækin bakverð Hæbreytt leikmaður og ég meina, þetta er vandræðastæði hefur verið oft, vandræðastæði í íslenska landsliðinu Ég spurði hann hvort hann væri af því að fótboltinn svo miskunnulöska hvert aldrei hann hvað fættur 99, 26 ára ég spurði hann, heldur þessi dörðum gamall til að vera pró og hann var alveg harður á því að hann væri nú ekki staðan Nei, við eins og Gísla fara út og minna að það var reynt að fá höskuld núna fyrir þetta tímabil Já, en svo er náttúrulega bara, hvernig hefur gengið á þeim sem hafa farið á setni hlutafélagsins, hvernig hefur Gísla gengið, hvernig gekk Birni þetta er náttúrulega algjör yfirbörðumenn hér heima á Íslandi bara ef við bara skoðum þetta alveg hlutlaust en Ég spurði líka Helga úti að hvort hann hafi verið stressaður að hafi verið settur fyrsti leikur í vinstri bakverði bara mútið Panathinaikos, alveg svolítið stórt ekkert stress, út af körfuboltabakgrunn þegar hann bara spilaði körfubolta alveg nánast upp í meistaraflokksaldurinn sko. Hann sagði bara það hjálpaði sér allar varnarhreyfingar Það er merkilegt Bróður hans verið með hann í góðri þjálfun eins og ég segi, óvæntustu bræður sem til eru Ég var alveg orðað þannig sko. Ég hef ekki rætt mikið við Helga en ef hann er bara svona 15% af geggjuninni sem að Arnar sko, þú veist, það er Hvað er eiginlega aldursmunurinn á því? Sko Arnar hann er yngri en maður heldur sko, ég held að Arnar sé Þetta er að þjálfa í 15 ára Yngri en maður heldur Já, ég er bara að segja að því hann er búin að vera meistaraflokksþjálfari svo lengi sko. Hann er fæddur 86 já. Þannig að þetta eru 13 ár Þetta eru 13 ár Það er svona nánast pappans Svona alltaf Samkvæmt gamla dagatalinu Þetta er gamli skóli Þetta var drullu gaman og Aron og Helgi bestir held ég ætlum að halda áfram Sony með Dóttarfútból hvað ert þú með stórt sjónvarp Gunni náttúrulega með magnað Sony sjónvarp heima á sér Albert þú með Sony líka Já, 65 tómu Ég nú vil ég fara stærra Ég er með 65 tómu sjónvarp inn í herberginu mínu það er sko, ég er með kveikt á því sko ég var bara hausverk, það er svo mikið byrta þetta er aðeins svo stórt þar en nú vil ég fá stærra, já ég gera það þegar ég fara svo, þá tek ég picture og alveg niður þetta er ekki sko þetta er ekki gefinsiti þetta er ekki gefinsiti sko, það er gert þetta allt á Sony tækjunum frá ofar Jökull Elisabethsson er þjálfari Stjörnuna Stjarnan vann ekki leik í úrslitakefni ef þið varum forráðamenn Stjörnunar eða varðið formenn eða eitthvað slíkt reyndar eitthvað að heyra að Helgir hann að síðan stíga til hliðar mynduðu skiptum þjálfara? Nei, ekki mynduðu ekki taka þessum úrslitum dálítið alvarlega frá eða mynduðu bara, já, höldum áfram og gerum eitthvað Jú, ég myndi taka bæði úrslitunum og spilamennskunni alvarlega það sem ég sá til dæmis ekki það var svona fríki leikur en þessi leikur sem ég sá síðasta sunnudag Stjarnan Breiðablik þetta gegn nærri mér framist að Stjörnunar í þeim leik gegnar, já hún gerði það menn þetta var bara ekki gott alls ekki, en aftur ég get sýnt í skilning að þeir voru vissulega að verja stöðu en það er mikið búið að vera að tala sérstaklega, þú ert búin að vera mikið að tala þetta var allt annað hjá Breiðabliki, ég meina Stjarnan komst 2 ára við og skoruði í bæði skiptin sko, þannig að það er svona mikið áframhaldaði sama að það er svona eitthvað dysfunction varnarlega hjá Breiðablik sóknarlega voru þeir sóknarlega voru þeir mjög öflugir en náttúrulega stóra breytan í þessu Breiðabliklið er náttúrulega fjárvera Antons Loga meiripart sumarsins. Já, ég veit það. Ég er bara Stjörnunni. Hvern myndu þið taka? Sko, nú er það þannig að Heimir Hallgrímsson er með írska landslið og auðvitað vonar maður að hún gangi sem allra best. En það er alveg
svona ef maður les bara í fjölmiðla og annað í Írlandi að ef hann nær ekki fara með lið í umspil þá þetta allavega er ekkit örugt að verða þarna áfram svo við segjum bara hlutir eins og þeir eru Já. Ég meina ætti Stjarnan að vera að skoða hann ættu þeir að vera að skoða Halldór Árnason ættu þeir að vera að skoða Túfa ættu þeir að vera að skoða eða þeir að vera sáttir með það sem í gangi núna og bara, við erum ekki leik í playoffinu en bara áfram gakk og Að mínum að þetta allavega ekki að skoða Túfa Ég held að Túfa var ekki nægilega stór fyrir Val og núna Stjarnan búin að taka Birnir með dýrt lið hljóta ætla að vera með bara að vinna af hverju ætti að taka Túfa hann hefur ekki að höndla það umhverju hjá Val með Heimir ég meina klálega ef hann losnar auðvitað taka þér símtalið og það var að tala fyrir leikinu mútið Blikum að ef þetta mútið klúður þessu Stjörnunni þá þið Jökull mæntalega líklega bara látin fara það var alltaf háar umræð það þannig að hann hlýtur að vera valtur í sessi þótt að ná þessu Evrópusæti sem eiginlega ótrúlegt að þegar maður skoða tölfræðina þeir eru bara með þriðu fæstu snertingarinn tegi anstæðinga í deildin í sumar og 8. sæti expected points þetta ótrúlegt að enda þarna og 8 að fá þessu flest mörk í deildinni flestum mörkin og núna þeir eru með rándir hóp Samúl Kári, Örvar Varren, Kolker, Emil Atla og Andri Rúnar Birnir komið núna launastileg með deildarinnar veistu hvað? Það vist eitthvað 50 skák Eða það? Stjarnan eru mjög hrifnir að því að þessar launatölu séu að fara út allt núna og menn séu að tala þetta því að það meðin pússa hinulegunum aðeins upp Ég kaupi það Ég kaupi það ekki Það voru bara, þú veist daginn sem hann tilkynntur vonda við staðinn þá voru allir bara meðalveg bara nákvæman launapakka en nú það nýbúið að gera slíka hjá sama leikmanni þegar hann sænaði hjá Káa þá voru strax líka allir með launatöluðar á hreinu en það ekki hann Birnir ekki ofsáttu með nýja samlingunum sína heldur þú sé eitthvað til í þessu? Að hvað? Ég held að sé eitthvað til í þessu ég held að sé klárlega eitthvað til í þessu hvað þá? með tölunar? Já ég held að því ég er búin að spyrja, tala henni í Víkinni og svona, það bara þeir segja allir að þetta bara leiði hér launakröfunar og það bökk og líka á hlýðarenda en þú veist alveg þegar þú missir á leikmanna og segir þetta alltaf þetta var bara dýrt Hjörvar, þú tapaðir útboðin í meistaradeildinni já, þetta eru fáránlegar upphæður og þetta er komið bara út í vitleysu þú tapaðir líka þetta HM útboðinu já, þetta eru allt út dýrt, þetta er bara einhverju algjöru vitleysu þá hendar þessi umræða berin verða alltaf súr, þið vitið það Já. Ég kaupa það frekar að hann sé á þessum samningi heldur en Já, en þú veist hvað ætlar að reikna íbúðuna í Ég meina, með við hækkandi leiguverð ef að Stjarnar að borga leigu af íbúðinni þá getur þú haft það inn í pakkanum þá getur maður haft það inn í pakkanum þetta er leikur á tölum þetta er leikur á tölum, bíl En ég myndi halda það með hvað þeir að setja í hópi núna og búin að vera að gera þá Jökull hann verður strax undir pressu fyrstu 5 leikin Nei, ég ætla rétt að vona einmitt að þetta verði ekki þannig ef þeir halda tryggð við Jökul ég þoli ekki þegar lið fara inn í mót og það er eitthvað, hann þarf bara að vinna hann þarf að ná úrslitu fyrstu 5 leikina eitthvað svona við getum ekki verið svona reaktív alltaf Það er Arsenal 96-7 Nei, ég er bara að tala um tók Wenger ég er bara að tala um að takiði bara ákvörun og standiði þá með henni ef þið ákveða að bakka upp Jökul bakkiði þá Jökul almennilega upp við veistu sjá þetta allt oft í íslensku sporti að það er talað um eitthvað að byrja næsta tímabil og svo bara láti fara eftir 5 fyrir að hann ekki búin að standa sér neðlega vel Já, en hann er samt hvað hann er að fara í sitt 3. tímabil og það er bara að bæta í Finnst þér við svona rosalega reaktiv? Nei, hann er búin að taka skref fram ég meina hann náði Evrópu Já, en við erum að tala samt að þetta er rosalega ósamfærandi Ég veit það Ef þið ætlið að leggja svona mikið í lið að vinna eitthvað og þetta lítur bara strax út við erum bara, það vantar eitthvað festan inn af hverju ekki taka ákvörðunina Ég er þar allavega Stefnistöðun og Dóttor fútból saman byggjum við sterkari lausnir Heyriði á hverju ekki búið að kynna Hemma Hreiðarsinn hjá Valsmönnum Þetta er bara ekki klárt Það verðast þeirra einhverju bakgangar Já Er það? Ég meina, annars væri búið, þetta var það er ekki tilviljun held ég að maður heyriði þetta úr öllum áttum að þetta sé bara frágengið og svo allt í einu heyrir maður þetta bara ekki Nei, það sem maður heyrir að sé stoppið núna er að Brassel, hann á að fá meira innbút heldur en Hemmi Hreiðars kannski vill
Sko, Hemmi á að vera frontinn en Brasil á kannski að vera meira svona taktíst Hemmi kannski ekki alveg tilbúin í það Sko, þessi Brasil virðist vera komið með pungin á öllum þarna í stjórninni bara í lúkurnar á sér sko. Hann mættur þarna með einhvern vinsinn þarna Gareth Owen, einhvern 29 ára strák sem veit ekkert íslenska fótbolta sem einhvern yfirmann knattspyrnumála. Hvað vitlaust er þetta? Þetta bara einhver markmannstjálfari fram. Heyrðu, fáum hann sem yfirmann knattspyrnuþjálfara. Knattspyrnumála, hvað vitlaust er í gangi eða er þetta eitthvað sniðugt eða? Þú veist, það sem að gerir góðu pikkin á Íslandi eru menn sem eru búin að vera í kringum þetta allan tíma. Sjá eins og, þú veist, það sem að Óskar hitta og til dæmis sjá Breiðabliki er bara því hann er bara búin að horfa svo mikið á íslensku fótbolta. Og bara, ok, og ég held að Maggi Már sé líka annað frábært dæmi það. Ég meina, frábær pikki á honum í afturhaldika liðið. En fá markmannstjálfara fyrir hjá, þetta er vinur hérna Chris Brasil. Til hvers að fá hann sem einhvern yfirmann knattspyrnumála hjá Val? Hefur, ég meina, þú hefur, já, ekki spyrja hefur, en ég meina, þú hefur rætt við Breta fótbolta. Já, það eru mjög samfærandi. Þetta er nefnilega, ég get alveg skilið hlið Vals í þessu máli, út af því að, þú veist. Byrju, ertu bara að segja að verið að klæða úr leið og heyrir heiminn? Nei, ég er bara að segja, ég held að það sé auðveldara fyrir erlenda, sérstaklega Breta, að selja sig og sína pælingar, talandi ensku en er þú búin að átta þig á því hvað kolruglaða skeppna íslensku fótbolt er? Þeir skilji, þú veist, þess vegna virki útlenski þjálfara er mjög illa þetta er mjög skrítin en þeir nást alltaf að selja sig. Já, ég sammála eins og rætturinn hann náði bara allt sem hann sagði var bara svo geðveikt sko. Já, fyrst, ég veit að, en það er bara fyrst þá hann að selja sig, svo bara kom hitt í ljós svo súrnaði það mjög hratt þú veist, þarna fara að heita Gareth Owen 29 ára og svo Alfred Fimbo og svo 5 minnur setna og Kára Árnason síðan þetta er svo sem held ég að vera ekki eitthvað rosalega flókið en hann auðvelt að powerranga þann hitting nei, svo verðist þessi strákur vera algjör að koma með þetta því hann er núna búin að ná í styrktaþjálfarann líka frá Gróttu við sáum að Hilmar McShane er farin yfir og þá bara að reyta Gróttuna tæma hana og fara með hann inn á Hlíðarenda ég veit ekki hversu gott plan það er en menna Brasil er sko það íti það ekki þá undir að hann hafa helviti mikið input á þannig saman hverju verður hann sem aðþjálfari og hann er að fá að velja mennin inn í klúbbin þekkjandi störf Chris Brasil að þá ég held að hann sé ekki kannski best til þess fallin sérstaklega eftir að hafa verið aðalþjálfari þá held ég að hann sé kannski ekki best til þess fallin að vera í skugga eins og til dæmis Hermann Sveðarssonar ég held að það sé eitthvað sem hann sé ekki kannski alveg til í að kvittu upp á þannig að ég hver er forsaðan? Nei, ég meina hann er bara með mjög skýra hugmyndafræði sem ég held að rými ekki við hugmyndafræði Hermann Sveðarssonar og ég held að hann sjái fyrir sér að hann mögulega sé þá kannski mögulega að koma þarna inn sem aðstofþjálfari til þess að enda mögulega sem aðþjálfari þetta einan sko. Já en allavega hann ræður orðið helling Já, en þeir eru að kynna líka þetta goal unit sem er það sem að meðal annars Breiðablik, þetta er sænskt ráðgjafa fyrirtæki þetta er í raun og veru svona hvað ég var að segja þetta hjálpar félögum að þróa einhverja svona framtíðar sín í félögunum og þetta er í raun og veru gert fyrir unga leikmenn þar að segja, ef þú ert ungu leikmaður og búin að spila mikið að leikjum og þá verður þú svona þetta eru X og Y ásar og ef þú fittar inn í þessa hugmyndafræði þá ertu mjög grænn í þessu kerfi hjá þeim það er að segja grænn stór punktur á þessum X og Y ás og það eru mörg íslensk lið veit ég að horfa í þetta þannig að þetta á að auka veg yngri leikmanna sem við fögnum bara aðeins með leikmannamálinn hjá Val það er líka að tala um breytingar þar í leikmannhópnum maður er að heyra það að þeir sé að reyna að losa Aron Jó Nakim, þeir eru svona þokkala sátt með hann svona 50-50 Lundimo, hann með klásulu það er að losa hann þeir hljóta að losa hann og svo líka Hólmarinn þá að losa vel budgetið Já Eru þeir að reyna að losa Hólmar? Já Ok Það finnst mér skrítið að því þetta er líklega besta tíðum Hólmars heill líka heill í allt sumar En er það ekki líka bara sem samið hann vil komast heim í Háká á Krókin það hlýtur að vera hann ekki að komast heim á Krókin hann hefur aldrei búið þar Nei, það er nú rættuna þar það væri bara eins og segja að hann væri úr Tryggilsvík sko, þó þannig að fara varlega vöndum álfarið ef ekki farið yfir í enska boltastofur Jú ekki til í það Jú farið yfir í enska boltan með Volt
og Volt kemur með þetta alla leið heim til þín og eru ennþá hraðari núna þegar að göturnar eru orðnar auðar og fínar. Já, hann náðist að skafa þetta allt saman í burtu og rigningin sér það fyrir okkur. Já. Herðu, Liverpool kaldasta liðið í öllum 5 bestu deildum Evrópu þessar mundir. Gengið náttúrulega ótrúlega illa eftir þetta tap fyrir Crystal Palace. Hvernig myndu þau stilla upp liðinu hjá? Eða bara fengjuð, svo sem verður bara að nota þau sem er heilir? Já. Þá væri ég með Robertson í vinstri bakari. Já, þú væri náttúrulega með Mamardashvili í markinu. Mamardashvili í markinu, já. Svo bara Konate og Van Dijk. Já. Hæri bakur? Ég var með Gómez frekar. Það? Sem hæri bakur? Nei, sem hafsend. Já. Frekar en Konate? Já. Það er bara komið tími, það er bara komið tími að hann ná bara að slaka framist eftir bara leik eftir leik. Já. Það er komið tími að henda þessum gæja á bekkinu aðeins að reyna að kveikja hann þannig. Já. Það er allavega, hvað hæri bakur? Þetta er svona, þú veist, rest af liðinu er ég bara nokkuð nelt sko, en hægri bakvarastæðan er svona... Sóparslæði niður í hæri bakur eða? Mér finnst það bara svo mikið waste af miðsvæði, en ég meina það, ef hann er að stíga inn á miðsvæði eða eitthvað svoleiðis fítus að þá já, en ég veit það ekki, Conor Bradley. Já, leiðum Conor Bradley að vera hann að fyrstu 60 bíðunar. Og þryggja manna miðan er? Sóparslæði. McAllister og Graðabett sem heitur. Já, þannig að þá er þetta Virts. Þá fyrir að spila ekki bara Endo frekar þarna djúpum. Nei, þú verður að spila Virts í gang. Spilum ekki Virtsarinn. Það er búið að reyna allt sko. Já, þú verður bara, ég meina, þetta er bara þannig fjárfesting, þú bara verður að spila hann. Hvað þeir eru frammi? Ætla að hafa Sala inni? Já, Gagpo, Sala og Ekiteke. Nei, ég ætla að henda Kíesaðinn. Kíesaðinn? Já. Á kostnað? Sala. Gagpo, Ekiteke. Nei, Albert. Jú. Ok. Ég er bara þar, ég meina, þú veist, hann skor alltaf geðveika sárabótamarkana í síðasta leik, en hann gat ekkert, hann er búin að vera ósýnilegur í öllum leikjum úr þessum tímabili. Af hverju ekki? Ég held að vera svo sem alltaf að setja hann á bekkin, ég held að það sé eitt sko, að Sala mun ekkert missa valjú. Það er að segja, það er rosalega eftirspurn eftir honum í Saudi-bóltanum til dæmis. Þannig að það er alltaf valjú í Mo Salah, hvað hann á mörg ár eftir á Englandi. Það voru áhvert að fylgjast með því að þetta voru spennandi leikur klukkan 8 á laugardagskvöldi. Hvernig standið þið gagnvart þessum leikjum klukkan 8 á laugardagskvöldi? Finnst ekki gott? Jú, það ég er orðið hrifinn þess. Svo ógeðislega leiðilegt sjónvarpið á laugardagskvöldum. Skiptir engu máli hvað maður er að gera sko. Ef maður er rólegur heima þá getur þetta að hafa þetta. Ef maður er að fá sér í glas. Ég meiri föstudagskvöldskall sko. Friday night football. Þá vil ég hafa, þú veist að því mitt dagskrána föstudagum ekkert spesialdur. Þannig að þá vill maður hafa boltan í gangi. Það er að fréttina Graðabett gæti spila þennan leik, þannig að ef svo er Virts átt, Graðabett sín í lið. Nei, ég spila alltaf Virts. Já, þetta var áhvert Villa búið að vera eitt heitasta liðið. Jadon Sancho kom inn á í síðasta leik, hann reynda fór aftur út af en flott einn koma hjá honum þá fann ég reynda til með mínum manni. Það var svona það var einhver taug sem að þú lígur því mér sárnaði það þannig kannski er það þegar maður er aðeins ólíkur en ekki eins og flestir. Úna er harður húsbóndi. Já, hann er það, talandi harðan húsbónda. En munið eftir því þegar Ollie Watkins átt að vera bara the best thing since sliced bread. Jú, frábær leikmaður. Ég ætla að þakka fyrir að Nallarinn tók hann ekki, hvað var ekki orðað við hann í janúari fyrra? Jú. Held það ekki? Jú. Fengu Jókeris. Já, þakka fyrir það. Þakkláttur fyrir það. Viktor Grósi stjúðlega veikir maður. Stjúðlega veikir. Hann ekkert spöð. Hann var búin að bíða eftir mómenti til þess að... Stjúðlega veikir maður. Hversu veikur er þetta? Ánægð með Jókeris. Hvað er hann ekki með 4 mörk? Já, ég held að Þú skilur alveg hvernig það er Hjörvarsand sko. Það er ótrúlega erfitt að vera eitthvað pirrar út í eitthvað leikmann þegar liðið bara á toppnum og fara allar á sér skot. Það er bara að vera að reytsa yfir eitthvað framhustu í okkur einu leikmann. Því að málið er, nú hlustar maður á svona 100 hlaðvörp og horfir á 100 þætti umfjöllun ensku deildina. Eini staðurinn, það svo getur gengið í vísu að tala að Viktor Gyökeres eða Arsenal séu lélegir eða eitthvað svoleiðis. Það er hér. Nei, ég er með 2 hér til þess að tala hvað er góð út. Jöldlir er veikir maður. Nei, veikur maður. Þú ert svo veikast. Þú ert alveg veikur sko. Má ég hitta maður? Jöldlir er lasin. Nei, þú veist,
hann náttúrulega ekkit í hann að dansa við ykkur alltaf tónlist en restina af liðinu, við erum að sjá bara svona náttúrulega hennar frábæra varnarleik og þetta minnir mig mjög mikið á þessa Chelsea-vél á sínum tíma og nú erum við bara komnið með þetta, það engin búin að outstanding, þetta bara vél sem heldur áfram að malla favorites bæði í Premier League og í Champions League getur þessi vel klára að báða þess að titla. Þetta allt öðruvísi heldur en þetta Chelsea. Við sáum til dæmis bara tölfræði vikunni að þú veist, hvað var á hæðina á varnarlínunni, þar að segja hversu framalega hún á vellinum og hversu aftarlega við erum að íta hversu aftarlega Arsenal að íta andstæðingunum með þeirra varnarlínu. Svona tölfræði var ekki byrjuð 2004-05 Nei, það er alveg sagt að reikna þetta út samt sko. Já, mátt bara gera það. Bulltölfræði, akkur er þetta bulltölfræði? Nei, bara að því hún hendar ekki narratífinu. Ok, það er Hjörvar var að koma inn á hvað við erum leiðilegir og allt það og líka hvað við erum í bólta. Mér langar bara að spyrja þig, já ok, hvað er liðið ensku úrvalsdeildinni að spila skemmtilega fótbolta? Núna? Já. Manchester United. Já, sástu á móti Brighton. Þú skemmtir þig, þú viðurkenndi það. Þeir eru skemmtilegir, það er alveg gaman að horfa á þá. Já, ég skal alveg gefa United, en þú veist, ef við liðan í kring, City er ekki að spila skemmtilega fótbolta. Það er bara síðustu 2 vikur. Já, en þú veist, Arsenal er ekkert eina liðið sem er að spila eitthvað neikvæðan fótbolta. Deildin er bara svona í dag. Við erum í gíslingu föstu leikatriða. Já, það er svona. Gíslingu. Það er bara þannig, við var búið að taka saman hvað Brentford tóka í innkostina móti Liverpool. Og við verðumst vera stödd í gíslingu föstu leikatriðana. Já, það er mitt Palace Brentford helgina. Já, Palace Brentford helgina. Það verður alveg föst leikatrið þar. Innkast hátíð. Já. Mér finnst yfirleitt sko að þið vorum að ræða Aston Villa hérna. Mér finnst yfirleitt gaman að horfa á Aston Villa leiki. Já. Út af Oli Watkins þegar hann ógnar alltaf aftur í línuna. Nei. Hvað er Oli Watkins með að mörkum? 1. En ef við skoðum tölfræðina sko hann ógnar aftur í línuna. Má sjá þá tölfræði. Hann nummer 1 í deildinni. Ógna aftur fyrir línuna og pressa á fyrstu pressu. Númer 1 í deildinni. Gunni, nú er hann bara bannaður. Já, þetta er nefnilega ótrúlega bannaður. Það er að reyna að koma þetta með tölfræði, en þá hendar hann ekki narratífinu. Nei, að reyna að vera faglegur. Eina sem ég segir, það er alltaf hægt að finna tölfræði sem hendar manni. Það er sem að... Það er líka alltaf hægt að finna tölfræði. Já, en Gunni, við þurfum ekkert að rýna þetta svaklega í tölfræðina. Við erum bara skoða bara töflur og broski. 10 klukkutíma síðan fengum á okkur mark. Það eru bara nokkur ár síðan að þú veist hafa talað þetta eru leikirnir sem að Arsenal þarf að harka út og vinna og gera og eitthvað svona. Nú er það komið, þá er þetta eitthvað þetta er svo leiðilegt og Arsenal þarf að spila mjög skemmtilegri fótbolta og... Já, það er líka skemmtun eins og þú er margótt farið, þú ert ekki hrifin úrslitum, þú ert bara skemmtun, mástu? Er það hættur við það? Nei, ég hef aldrei einhvern veginn verið fastari á þeirri skoðun að, þú veist, enda hef ég ekki sagt neitt annað en að leikurinn á móti Crystal Palace var agalega leiður. Já, og þar var okkar maður Jókeris í brasi og ég sko lofa þér frammiðstöðu frá sænska símsliðinu melgina. Já, hann fekk loksins hvíld í vikunni. Eftir 2 mörk á móti það hendar honum betur að spila á móti Leeds og Burnley og þessum liðum af því að þá er línan nær marki. Það skiptir engu máli hvort hann skora á móti Leeds, Burnley eða hvað það er. Arsenal hafa ekki verið í vesinu síðustu tímabil með stóruliðin. Ég er að tala um línuna nær. Hversu margir er eigin 2 mörk í sama leiknum á móti Diego Simeone side? Það var 11 leikmenn hjá Arsenal skoraði deildina á þessu tímabili. Hjóra minn. Það er allt hreyfingu Jókeris að þakka. Já, það er allt hreyfingu Jókeris að þakka. Já, váká, gott að komast í ræktina í morgun og þá var Happy Hydrate í allan dag, steinumdinn og söltin og svo þetta kreatínu, nú komið jólabragð hjá þeim. Eitt bilaðasti fótboltaleikur sem er farið fram síðustu ár, fór fram á Tottenham-vellinum í fyrra, þegar Tottenham og Chelsea mættust. Ég veit ekki hvort ég muni eftir þess að hann var alltaf verið að dæma mörk af, þú veist, einhver svona close ránstöður, Tottenham spiluðu með liðið eitthvað 50 metra frá marki. Já, ok. Jú, þeir stóðu bara Þetta er viðtalina við Ans. It's just who we are, mate. Just who we are. Þeir fengu svona 18 sinnum eitt á móti markmanni leikmenn Chelsea. Var ekki Jackson með teppin þrennu? Jú, og þetta var allt svona eitthvað skaut, varið, skaut aftur, varið og skoraði síðan. Þetta var eitt skemmtilegasti leikur sem ég sé. Það sá hann allir. Þetta er svona leikur sem allir sáu. Já. Ég hef aldrei hitt neitt mann sem að man ekki eftir svona leik. Þetta var styrlaður leikur. Já, hann var bara eitthvað svo bilað.
Hvað gerist, verður þetta eitthvað áleika gaman? Thomas Frank nú skemmtilegur Thomas Frank Skoða frá Canes Þetta verður mjög áhugaverður leikur Ég að því að Tottenham hljóta að vilja svona Þú veist, þetta hafa ekki verið margar sannfærandi framistöður hjá Tottenham þó þeir hafi verið að ná í úrslit Þeir eru mestu brasi heima á móti liðin sem þeir eiga að stýra leikinu Þeir eru náttúrulega hræðilegir á heimavalli Já, en þeir eru góður í þessu leikim sérstaklega úti og á móti stóru liðunum það sem að Frank svona getur fyrir smá underdog hann er í vesenni þegar hann fara að stýra leikinu sko. Já, það er ekki bara að sleppa það og stýra þessum leikum og þegar bara Chelsea er um boltan Hann er bara svo oft með sérstaklega heimamundi slökur lög með Bentancur og Palhinha saman á miðunni Við erum með Bergvall fyrir framan, það er bara svo þungt En svo skoða maður þá sem eru fjárverandi hjá Tottenham og það er nú bara efni í einhvern dóðrand sko. Já, við getum líka sett það sama Chelsea Það er samt bara kannski með Cole Palmer sem er svona alveg Levi Colville er langbesta En ég meina þeir fengu samt alveg tækifæri til þess að replacea Levi Colville En þetta rauðarspjaldi á Delap í vikunni er bara svo heimskulegt Nú er hann í bannið þessu leik Þetta er náttúrulega allt agalaust þarna Sko, það var áhugavert þegar Slott var að tala um leikmannahópana hjá Manchester City og Chelsea í vikunni Já Bara þeir gáttu að spila STV Hver var það sem skoraði þetta rosalega mark fyrir Chelsea í vikunni? Bara Gittins Það var hellað mark í deildabikarnu núna í vikunni Sko Chelsea-liðið er það betur mannað en Liverpool bara, það er ekki sens í helvíti Nei ég nenni ekki einu svona það galið með við eðslu og annað hjá Liverpool nei, bara ekki fræðilegur sko. Nei, ég er ekki samanlega því fleiri kannski svona usual rotation en miklu færra leikmenni sem að sanna sig Ég meina stöðu fyrir stöðu hvaða stöðu vinnur Chelsea? Stöðu fyrir stöðu, Cole Palmer á móti hvað? Já, þá verður Cole Palmer væntanlega að vera heill Ég meina þetta leik Sanchez er betri en Mamardashvili Nei Þú sást Mamardashvili á EM eða ekki? Já, enga tap á með Georgi Hætti þú veist bara Sanchez sem er með 200 leikja maður í Premier League miklu betri markmaður Moises Caicedo var líka miklu betri en saman hvernig þeir kemur með við slum passa að tala virðingu bláliðið í Lundunum Sko En mér er Slott var samt bara að tala varalið hann var ekkert að tala Já, það var að tala backup, það var bara vant að breytt og þú veist það sem til dæmis Arsenal hefur gert svo vel þeir hafa byggt á breyttinni það tekið gömlu bíkóliðina á þetta Ég meina hann er satt að væla eftir hann bíkarleik hann er satt með Gómez, Robertson, Kerkjason inni McAllister inn í svona leik og Chiesa þetta er alveg senior players Það er eitt skelfilegu leikmaður í Premier League sem er staðið sér alveg lígilega vel þetta er Kevin Danso hann er alltaf líklegur til að fokk einhverju alveg byggt hann upp en hann er alveg, það er alltaf einhvern veginn að, það er alltaf smetla hjá mínu manni og það styttist í mistökin gott að þau komu bara ekki núna ég ætla að teppa á hann gefa víti helgin Ég er samanlega, Kevin Danso er svona entertainer hann er svona bassi þeir eru svona svipaði með þetta að gera veist aldrei hvað það er hann það er alltaf, there's a mistake in him gott að breytin á þetta góða dæmi there's a mistake in him Ég held að, bara þegar þú ert með Van de Ven þarna við hliðina þá getur liftir ímislegt því að hann covera það mikið svæð og er það snöggur og er það öflugur varnamaður að Kevin Danso hefur held ég líka svolítið lifað á því sko. Heldur betur Nottingham Forest tekur á móti Manchester United núna Amorim búin að vera heilt ár í starfi og svona besti tíminn að hefur verið kannski í síðustu vikur Sean Dyche að mæta honum Morgan Gibbs White viðurkenndi að hann heldur með Manchester United og það væri frábært fyrir ennsku úrvalsdeildina að ef að United fær aftur að berast titla það væri það sem deildin þyrfti að halda ég veit ekki hvernig það fór í stuðningsmenn Nottingham Forest en þessi leikur, þetta verður verulega áhugavert og svona segir margt óhefni Manchester United að mæta Nottingham Forest einmitt núna þegar Sean Dyche er mættur þú manst þegar að Arsenal-liðið mætti Everton þegar Sean Dyche mætti og það var þessi frægi 1-0 leikur sem að var eitt af svona upphafið að endalókunum það tímabil fyrir skitturnar En við erum búin að fara í getnum New Manager Bounce Monti Santo Nuno Esperiendo hann var bara í sá er að ná að snúa öllu við á Vestham hann byrja satt alltaf vel þetta er fyrsta skipti sem að þetta fer svo nýtast að hjá hann svona að öllu gamni sleftu gætu við sér scenaríu núna sem að ef að ok, ég ætla að segja Sean Dyche gangi illa með Nottingham Forest þegar að setja upp scenaríu Santo gangi illa með Vestham
bara þetta verði svona eins og alvöru grískur klúbbur samt og fara aftur tilbaka verði aftur þjálfari Nottingham Forest bara á þessu tímabili Nei, hann fær alltaf í eitthvað annað eða ekki ég veit ekki, ég bara, þú veist þeir voru perfect fit Já. Það þarf að henda Edu Sean Dyche hefur búin að sína það að hann skrimsli á þessum heimavalli og tóku portugalska stórliðu Porto 2-0 þannig að getum við séð United vinna á Já, ég held að United vinni þennan leik, já það? Já, ég held að þeir gera það Þeir eru bara það var bara eins og sér í síðustu 2-3 leikum litið bara mjög vel út og það sem maður óttaðist fyrir þennan Brighton leik gerðist ekki þar að segja að þú veist, liðið hefur oft svona farið hátt eftir góð úrslita móti stóru liðunum. Já, United voru samt að gæla við það í lokin að láta Brighton það var svona skemmtilegt aðeins að gæla við það Ef að United vinnur hennar leik hér fáum við 3 hafsenda kerfis afsökunarbeiðni frá þér Nei Ertu ekki tilbúin að kvitta undir þetta að segja gangu upp? Nei, ég þarf að fá þetta miklu betri Nei Ég menn það helst eða endur við 3 hafsenda kerfið Amorim andlit 3 hafsenda kerfis í dag En veitu, akkur ekki? Af því að þetta ekki bara sá fótbolti sem ég hef áhuga að sjá hjá mannstjónu Veitu, þú varst að tala ég spurði á hann hvaða lið að spila skemmtilega fótbolta í deildinni og snöggur segja United Já, síðustu 3 vikur á að spila skemmtilega fótbolta Ok, og vinna þennan, þá ekki komin tími til þess að Nei, ég bara vona að vinna alla leiki bara að eilífu en ég nýt þess ekki að horfa mannstjónu í þessu systemi Þetta er allt saman mjög flotti punkt og þá verður hann ef hann ætlar að spila þetta þá verður hann að vera smá hybrid hafsendar fara upp á miðju bakverðir með að, þú veist, vingbakkarnir með að fara að hærra upp Já, en þú ert að segja að síðustu vikur hafa þetta verið flott og þú sagðir áðan að eina liðið sem er að spila eitt að fá liðið sem spila skemmtilega fótbolta er United og þeir að vinna leiki Já, Brighton-leikurum var skemmtilegur Já Liverpool-leikurum var ekki eitthvað sérstaklega skemmtilegur bara þú veist, fast leikatriði og þú veist bara með töframanni Bruno og besta skallamanni í deildinni Já, en við verðum líka að horfa á leikina mútið Arsenal þeir voru frábærir mútið Arsenal þeir voru frábærir Hvað séu? Harry Maguire þeir voru frábærir á móti Fulham allavega fyrsta hálftíman það hafa verið góða frammistöður þarna þeir áttu að vera að keyra yfir Burnley vinna Chelsea, það er náttúrulega litar þessu rauðarspjöld öllum sem skiptingu Maresca en það er fullt af fínum frammistöðum ekki bara síðustu 3 vikur og það er eitthvað sem segir manni það að þetta kerfi er að virka Já, bara 3 hafsendar, þetta er bara ekki not for me Clive Þú er bara búin að býta í Not for me Clive Ég hef aldrei haft gaman að þessu bara ekki á nokkru liði ég bara, þú veist, Inter Samt skemmtilegasta lið deildinni Uppáhaldsliðið mín, þú veist, börjum lið sem var að spila skemmtilega fótbolta þá getur ég sagt Aston Villa og Manchester United Aston Vanilla Ég er ekki alveg saman því Brandari sem ég bjóð til á sínum tíma og slæðir alltaf í gegn Nú á sundaginn er svo West Ham, Newcastle og Manchester City Bournemouth, Sunderland Everton enda þetta síðan á mánudagskvöld alvöru pjúrusta slagur í norðurinu þar Nú Burnley og Arsenal mætast kl. 3 á morgun Burnley geðveikan sigur í síðasta leik á móti Úlfónum sko, hann verður náttúrulega rekinn frá Úlfónum núna ef það er tapa fyrir Fulham á útivelli Það ekki? Ég held að við ætlum að ræða Burnley Arsenal Já, við vorum að ræða Arsenal og við þurfum að koma meira leikin Nei, ég ætlaði bara að segja það gaman að sjá Scott Parker á blaðamannafundi segja að ef að þú heldur að Arsenal sé bara fyrst leikadrið og varnarleikur að þá veistu mjög lítið fótbolta Þetta sagði hann orðrétt á blaðamannafundi Var þetta sneið á Hafleða svona? Yes sir Hann er byrjað að hlusta veldressaður Hvað er þetta AI? Er þetta AI á Spotify að virka þetta það vel? Já, það þýðir rauntíma Maður verður að kyngja þessari sneið Drengir Þetta verður þægilegt Arsenal Gunnar Birgisson, Rauðvín, Kynlíf, Ostar Góða lífið með Mason, Vestmann Rauðvinnu og Hvítvinnu og öllu því Hvaða leik utan Englands getið þú hugsaðar að horfa á svona með Rauðvín, Mason, Vestmann Drekkan Já Ég ætla ég hugsa að því nú ég er svona playoffs kall og nú MLS playoffs byrjað first round, þannig að ég ætla að
taka Inter Miami Nashville slægin og hérna, ég ætla að sjá Inter Miami sigla áfram hérna í second round Hvernig staðan í seríunni? Hún 3-1 fyrir Inter Miami Er þetta ekki best of 3? Nashville Er þetta ekki best of 3? Jú bara, það var 1-0 í seríunni Já, þeir sementa sig inn í með 2-0 serí, ég meina going back home to Miami Já Það Hvað leik ætlar þú að horfa á, Albert, sem með rauðvínsglasið og ostana og kertavaxið? Ég svona meira Túborg bjórin og PlayStation fyrst ekki sko. Svona ég er millistjættin. Herðu, hérna ég fyrir Bundesliguna. Horfa á deildina bara klárast þar helgina. Það Bayern vinnur Leverkusen svona 3-4-0. Svo tek ég sunnudaginn, þá tek ég Albert og hérna Fiorentina. Búið að reyka Pioli? Nei. En ég ekki búin að refessa síðasta klukkutímann. Markmaðurinn standa sig vel hjá Fiorentina? Já, frábær. Svo tek ég líka Vålerenga Bót og Glimt. Hann á laugardaginn, klukkan 3. Vålerenga Bót og Glimt. Þá Bót og Glimt að fara langt inn á með þetta. Ég sá svakalegan leik Brann Bót og Glimt á miðvikudaginn. Það var geðveikur leikur. Var það í bikarnum eða? Nei, það var í deildinni. Þeir spiluðu það bara því að það náttúrulega Evrópukeppni á liðunum. Óli Didrik Blomberg endar á því að skora með chippu yfir markmannin í Brann. Óli Didrik Blomberg var seldur til Bót og Glimt. Hann fagnaði með því að taka hérna Rúníin, Shrek. Hlusta. Og það var, ekki segja að hann mætt svona hostile krát hjá Brann-stuðnismenn. Já, það var rosalega hostile stuðnismenn hjá Brann. Heja Brann, heja Brann. Nei, det gör du ikke. Det gör du ikke. Já, ég get lofaði því að þetta töluvert harðara en þú heldur. Þetta töluvert harðara en þú heldur. Akkur svona reyður? Akkur svona reyður? Það bara hættur við það. Þetta töluvert harðara en þú heldur. Rosa harðir maður. Brann últras maður. Ég átum að fara, akkur riggum við ekki upp leik, akkur förum við ekki og horfum að leikja freysa. Þetta er rándýrt. Nei, fara til Bergen. Nei. Hostile í Brann. Gellur í Bergen. Harru gellur, skal ég segja þér. Ertu okkur svona ferðamála Visit Bergen? Nei. Það held ég Einar Á eru vinnarar í byggingabransanum og hvað sem þú þarft í nýbygginguna færðu á Dalveginum því að þín tækifæri eru þeim hvatning til að gera betur. Já, enn betur í dag en í gær. Við ætlum að finna vinnara í þessari viku. Við erum bara að snöggir að þeim þess að. Var einhverju sést ekki vinnarar? Já, Viktor Berki Daðarsson. Já, Viktor Berki Daðarsson. Byrjuleg setti í byggunum og skoraði. Já, laði hann ekki líka upp eða? Hann skoraði kannski bara. Já. Það er nóg. Já, það er bara þessar innkomir að lagði upp náttúrulega í deildinni á mútið Silkeborg daginn. Skoraði meistardildinni og svo fær hann byrjuleg setti og skorar. Já. Svo er ég bara með Jeppa kalla. Já, Jeppa. Já. Ég skilgrinn mig sem Jeppakall. Ég var móðgaður fyrir hönd Átlandir samfélagsins þegar Keli talaði Jeppling. Átlandir bara. Hann gulu spjaldi hjá Átlandir. Þetta Jeppi. Já, alveg Jeppi. Já, vinnirar. Ég ætla að hafa Klett sem voru að skipta dekkin hjá fólkinu. Bara allt starfsfólkið fyrir að leggja þetta allt á sig til að hjálpa þjóðinni að komast á betri dekk. Ég vona að það sé í lagi. Já, það er í góðu lagi. Það ekki? Jú, það er í góðu lagi. Ég heiti 14 klukkutum í vikunni, ég að græða þetta. Ég hefði bara að fara beint til Klett. Já, þú getur að tala við Karinni vinkonum minna og hún að geta skiptið þetta og svo heima hjá sér, hún með græður. Hún með græður alltaf heima líka, sko. Hún með heimaskiptingar. Herðu, Luciano Spalletti er náttúrulega vinnir. Gareth Owen er vinnir að fá þetta giggarni á Val. Já, og ég ætla að velja þarna ráðgjafafyrirtæki sem að ríkislögreglustjóri var að vesla við. Það er náttúrulega talsverði vinnarar, ég meina við greiðslurnar sem það fengu. Já. Þarna intro eða eitthvað. Já, og voru mikið í Jisk. Já, voru mikið í Jisk. Kannski ekki. Já. Það er kannski ekki efsta. Já. Fleiri. Ég meina Jökull kemst í Evrópukeppni. Já, íslensku sjónvarpsverðlaun voru voru afhent og þar var þetta Garðar Arnarsson sem að vann með Grindavík, svo var það Afturhelding, Dóri DNA og Geiri Slæ. 11 velun fyrir Afturheldingu. 11 velun? Já. 12 hérna, eru vinnir. Já, 12 hér. 12 hér. Þannig að skemmtilegt, lúsirar, einhverjir lúsirar eftir þetta allt saman. Nei, ekki hjá mér, ég er jákvæður. Þótt ég segi bad boy í jakkanum, þá er ég jákvæður. Ég sé þetta eiginlega aldrei, sko.
Nei, þeir eru Sér ekki þetta jákvæðir. Þið sjáu bara þetta jákvæði fólki. Þetta var frábær húsnæðispakki hérna í ríkisstjórninni. Það var hrikalega spennandi. Já. Og verður gaman að fylgjast með. Og hvetjandi, eða svo, mér finnst hann hvetjandi. Já, mjög hvetjandi. Mér finnst hérna að vera hvatning innifælinn í þessu. Þín tækifæri hvatning til að gera betur. Já. Sammála því. Þannig, sko. Það er gott að menn séu jákvæðir. Það er nú númer 1, 2, 3. Já. Svo minn maður Joey Christ gjóð plötu í gærkvöldi. Vinner. Já, vinner. Algjör vinner. Ég Joey Christ kall. Já, hann er skemmtilegur. Já. Hver er það? Það er svona multilistamaður. Þú veist ekki hver það er, Albert. Albert, hvað má maður ekki spyrja? Nei, þú veist ekki hver þetta er. Þetta veit allir hver þetta er. Þú veist ekki hver þetta er. Joey Christ og Flóni og allir þessi gæða Birnir, þetta er allt mjög góði vinir mínir. Já, mín líka. Já, að því að mitt er þitt, þá er það rétt. Albert fylgist bara ekki með hinnu daglega líf. Nei, hann spila bara fútbolmanager. Þetta kemur ekki í inbox í fútbolmanager. Hann spila bara fútbolmanager. Og svo bara einu skipti sem ég sé hann er eitthvað svona. Ég er ekki að reyna að leiðilú við. Mátt alveg vera leiðilú. Hver er fórsættisráðherra Bretlands? Nei. Og bara hvað gagnast það mér að vita? Ég er alveg sammálaðir. Ég er bara að segja það. Svo fólk að æsa sig yfir einhverjum pólitískum málum hérna og ég er bara sultu slagur bara í undanúrslitum meistardeildinni heima. Einu maður sem veist 100% hver er, það er fórsættis Bandaríkjanna. Þú veist hver það er? Já, það er Trump. Já, heldur betur. Það er Trump. Það held ég. 45-47 við slum tippa á leikina með Epic. Slum ekki tippa á ensku úrvalsdeildina. Við slum fá þetta í gang 1, 2 og bingo. Ég ætla núna bara að fá tölur frá okkur báðum. Okay. Byrjum á Gunna, Brighton Leeds 2-2 2-0 Burnley Arsenal 0-2 0-3 0-1 Crystal Palace Brentford. Ætlaðu þú bara að giska með þannig leik? Nei, bara leiki sem ég hendar. Crystal Palace vinnur það 2-1. Það eru 2-2 Fulham Wolves 1-0 Fulham. Það eru fyrstu sigur Úlfana 1-2 Wolves. Nottingham Forest Manchester United 1-3 1-1 0-2 Já. Tottenham Chelsea. Þetta er geðvögleikur. Já, þetta er geðvögleikur. Ég ætla bara 1-1 3-1 Tottenham? Já, Tottenham tekur það. Já, ég held að Chelsea vinni þennan leik. Liverpool Aston Villa. Það verða margir að horfa á hennan. Það er yfir 2,5 lína á Tottenham Chelsea. Já. Ok. Herðu, hvað segirðu? Hvað er næst? Hérna, Liverpool Aston Villa 3-2 Liverpool 0-1 Aston Villa West Ham Newcastle Ég ætla að segja óvænt 2-2 þannig. Já, það kemur ekkert fáum ekkert óvænt þarna. Newcastle tekur þetta 0-2 Ég hef svo mikla trú á West Ham. City Bournemouth. Þetta eru 2 skemmtilega lið. Já, þetta eru mjög Bournemouth er skemmtilega. Já. Tveir bestu leikmenn deildarinnar hana. Holland og Semenyo. Ég ætla að segja 2-1 Manchester City. Lenda undir samt. Herru, við fáum mörk hana 3-2 City. Og svo að mándaginn Sunderland á móti Everton. Og ekki mörk hana. Nei, þetta getur verið svolítið lokað. Ég ætla að segja samt að Sunderland harki út 1-0 sigur. Já, ég fyrir bara 0-0. Já, þetta verður kemur allt saman ljós helgina. Það kemur allt saman ljós. Já. Það er skemmtilega, hvað skemmtilegt svar í boltanum. Já. Kemur í ljós. Já. Gunni, hvernig heldur þið Ólympíuleikandi verið í ár? Á næsta ári. Já. Kemur ekki bara ljós? Kemur í ljós? Jú, það kemur. Nei, ég heldur að það verið stórkostlegir. Heldur að Íslendingar vinna eitthvað? Á Ólympíuleikunum? Já. Nei, til miður, þá hefur við ekki gert ná fyrir til þess að ná árangri. Nei. Hvað, erum við með einhverju keppendur í ár? Já. Við verum að keppendur á skíðunum. Bruni? Ég veit ekki hvort að Hólmfríður Dóra sé qualified. Er ekki hægt að vinna þetta brun bara með að láta sér vafa? Það er aðeins. Snýst þetta ekkert það? Er þetta ekki Jú. bara það? Jú. Já, bara annarkvort bara Er ekki það að vinna það þannig? Jú. pæling. Það held ég Það var flott pæling hjá þér. Já. Að láta sér vafa. Já. Láttu þið bara vafa. Þetta er sjens. Kristinn Björnsson gerir það einspekarnum og náðu öðru setinu. Já. Já, hann gleymir stundum. Við kíkjum á neyða. Já, með Æsver. Æsver út allt. Útvist að futta á betra verði.
Getur David Raya farið að vinna heiman með þessu hérna áframhaldi? Já, Heimavinna hjá honum? Eitt skoti fengið á sig í októbermánuði, þannig að já. Það var eiginlega bara fyrirgjöf. Það var fyrirgjöf sem hann Það var eitthvað nötsjö og þetta ég geti sko. Já, en Krista Palace fengur þetta færi sem var síðan dæmt rángstaða. Já, alltaf að ég kela þetta. Ég fór í það. Það taka kela á þetta. Rángstöðu farin. Tekur Gunni líka AI í sprett? Já, nei, þú gerir það ekki. Sko, ekki hnýðaður ég var í 7. aðgerð núna sko. Jú, ég held að ég til í það. Já, ok. Ég held ekki tekið. Ætlar AI að láta sjá sig hjá Fylki í fyrstildinni Körfunni í vetur? Herðu, já, ég vissi ekki svona að Fylki væri komur upp í fyrstildina. Come on. Já, ég læt klála að sjá mig á körfuboltaleiki Fylki. Klárar Arsenal deildina fyrir jól? Nei. Já, þú veist, en verður þeir komið gott forskot þá? En þá betra? Ef við ekki að bíða bara eftir jólunum. Kemur í ljós? Já. Ef við að segja að þetta kemur í ljós? Þessi spurningu Atla Freyr er kannski meira svona á rétt að segja sko. Klúðrar Arsenal deildinni eftir jól. Eins og við séð áður. Já, við séð það þar. Það er meira ágjör að hvað gerist eftir áramót. Verður þetta titilbarátt á milli United og Arsenal í ár, spyr Arnar Páll Matthíasson? Nei, en United verða bara, ég heldur verði bara þarna solid eitthvað, 6-8 eitthvað. AI, verður þú Þórsari á næsta ári í bestu deildinni? Já, alveg klálega. Myndi Gunni skipta Jókeres út fyrir Sesko í dag? Þú varst harður á því í fyrirmót? Nei, það er bara að þú forherðist þegar eitthvað er vont. Hvað finnur þau? Bara, ég þekki þetta alveg, ég þekki mentalitetið. Ég vildi alltaf fá Sesko. Nei, hérna fá Jókeres. Fá Jókeres. Þú sagði rétt þegar þú hætti að hugsa. Ég myndi skipta. Ég myndi skipta. Líka bara, jú, bara líka þegar að Sesko var targeti hjá Arteta. Já. Aðalega það. Myndi All-Star lið bestu deildarinnar ná 10 stigum í Premier League? 10 stig? Nei. Já, nei, ég held að það sé rétt hjá okkur. En maður veit aldrei, það eru svona leikir á móti Evrópuliðum eftir erfiðan. Já, mjög hefnir með leikjar. Er Fabio Vieira meiri geit en Patrick Vieira? Já eða nei? Það er bara hart nei. Það er hart nei við þessu. Það er margir hrifnir af Fabio Vieira. Já, eru margir hrifnir af honum. Á Fylkir Þessi hlutlausu. Á Fylkir að endurnýja logoið sitt. Endurnýja logoið sitt? Já. Nei. Það á ekki að hreyfa við þessum logo. Já, ég er ekki alveg saman á því. Ertu saman? Maður sjá, mun Jókeres skora meira en Harry Maguire í vetur? Nei eða já? Já. Jókeres mun skora meira en Ísak í vetur. Fer Albert Hafsteins í Fram og leifir þeim að dreyma? Nei, hann fer í Fylkir og draumurinn rætist. Já. Nú maður sjá, er Gunni hún í jólaskap? Þetta er skemmtileg spurning. Nei, ég hef ekki farið í jólaskap í ansi langa tíma núna. Herri, ég skal henda í þig plötu með Kristjáni Jóhansinni sem ætti að geta komið í jólaskap. Ég er en ætlar ekki á Las Vegas Christmas Show? Jú, á Siglufirði. Já, heiðilega. Það er tvö sjó, Sólihólm og svo er það Las Vegas. Ég er búin að bóka fyrir okkur á Siglu Hotel. Christmas Show. Geir Ólafs verður það með sjó. Já, ég get ekki Dinner and a show. Dinner and a show. Nú gæti Erik ten Hag bjargað úlfunum frá falli. Já, flottu þjálfari. Já, nei, hann geta ekki. Nei, sko, ég hef ennþá trú á mínum manni Vítor. Hann snýr svo við. Já, þetta er skemmtilegt. Takk frá Hreiðari. Já, ég var hrifin að Hreiðar lifa Gunni og Arsenal skuldlaust í hausnum á stjórnandanum eða þarf hann að borga Gunna leigu? Þetta er flott spurning. Já, ég er að borga og hún hækkar núna. Já, það er út af nýja húsnæðispakkanum. Það er bara einu sem þannig við ætlum að fara í El Grande. Gerum það sjálfsög með kimi.is. Já, hemmi hendi sér yfir hafið og er núna staddur í Ameríku eins og hann segir og ég svara tölvupóstum þaðan. Látið þið póstana rigna, segja einhverjir. kimi.is, auðvitað með glussan fyrir allt heimilið. Og á betra verði en maður fekk hann áður. Skulum kíkja á El Grande. Ég ætla að biðja búllismenn að vera á tánum.
Ég ætla að biðja ykkur þeir eru báðir að þeir eru föst ár ég veit hvernig þeir eru báðir svona fjölskyldukallar Já. og þegar að haustið þegar laufin falla þá er það kósí tíminn sem kallar og þeir eru báðir svona kósí písar pizza er hluti af því sem að gerir kósí að kósí Já Merki kósí Ég ætla bara að fá álegg á Dominos frá okkur sem eru til á Dominos og Þessi áhuga þú ert eldri og ég er með búlismenn í að dæma þetta allt saman og þú ert kannski að byrja á áleggi Já, AI. Já, ég bara fer í sterkast á opnið þeirra, það er Pepperoni Döðlur Döðlur Ég ætla bara að búa til mína pítsu hérna Skinka Ég verð að fá, hérna, er það döðlur já, skinka Skinka Ananas Sveppir Já Ég meina ostur, það er álegg Já Já, ostur er álegg Laukur Já, það Byrju, Er ekki laukur á pítsu á Dominos? Nei Það er ekki lauk Það er rauðlaukur Það getur ekki flokka Það það er rauðlaukur Þetta er tvent ólíkt Já, þetta er tvennt Ef að konan segir þig, herru, farðu hérna, keftur lauk út í búð Já, og þú mætir Hvað kemur heim? Og þú kemur heim með rauðlauk Já, þá er bara Gera bara Já, út með þig, takk út með þig og það strax Já Dominos eru ekki með lauk Er það að fara að breytast? Maður bara hreinlega veit það ekki Ég vissi nefnilega að hann myndi veiða menn í þessa gildur sko. Já Þú veist að vekja athygli á þessu Gæti þetta breyst, maður veit það ekki Nei. En ef þú fer núna á síðan og getur ekki pantað með lauk Nei, Pantsaði með lauk það er held ekki ég. Frábært að vera með Albert Ingarsson og Gunnar Birgisson hjá mér á föstudegi Ég veit gaman að vera með þér Heyri, Já, þetta er svo gott lag Young Nazareth og ég byggum þetta saman Young Nasa on the beat Já, eina sem ég sagði við hann Það er þungur hnífur í Hamraborg Hvernig myndi það hljóma? Það er svona Það er geðvögt Þetta er bara anþum Þetta er heldur betur og við erum á leiðin aftur í stúdíói fljótlega Já, Shit, stúdíótími God damn it Það held ég working on some beats Já, vinna í Beats Já, Flott helgi framöndan á Sturlað. að tjúta Nei það er búin að leggja tjúttið á hilluna Tjúttið á hilluna. Þetta er barnahelgi Þetta er barnahelgi þannig að það er svæft og svo er bara náði rútu af Túborg og sofnaði í sófanum Kona fyrir upp á svæða, maður lótar seiðið Er ennþá hægt sko að seifa og svo ef leikurinn tapast Kvita haldi bara rauða takkanum inni Og svo er málið, þú ert með þetta á Steam þá getur alltaf séð hverjir er að gera það Já, eins og Ingimar Helgi, litla flugölun okkar já. Ég sé hann oft bara í Football Manager á Steam Ingimar is playing Football Manager og svo svona tíminu sinna is playing Football Manager þá er hann að tapa leik og lóta aftur Ég er ekki þar, ég er stránkæður Líku búðingur sko skemmtilegast var í Champions League í Kanada að menn bara hittust allir fyrir fram að sömu tölvuna Já. þurftir að býða með hann að hinn var að gera og svona Já, ég gerði það, það var geðveikt. það var svo gaman maður Jöfnir Bara textin á skjánum, svo blikka þetta Já, alltaf bara nóg af snakki og við vorum ekki eins og fullir við vorum alltaf bara að drekka gos og Það er alvöru rage-köstin sem við erum búin að taka ekki nú þennan leik Já, klæddi sig í einhverju fínni fötu að var FA Cup úrslaleik Tókstu það? Já Maður fór nú í svona eitthvað betri föt með þann úrslaleikurum var í gangi Dóttarfútból takkar fyrir sig við heyrjumst aftur á sunnudagskvöldið í helgaruppgjöru Dóttarfútból verið sæl